Já, velkomin að Rauða borðinu á Samstöðinni klukkan 8, þá var það sagði fréttir, hjá mér er María Lilja og Björn Þorláks. Herðu, við skulum byrja á svona nokkrum tíðundum sem kom úr skoðanakönnun sem að Gallup var með. Miðflokkurinn nartar í hæla Sjálfstæðisflokksins, segir RÚV sem að birtir vanalega fréttirna frá Gallup. Þetta er svona staðfesting á því sem hafi komið fram í könnun maskinu fyrir í mánuðinum. Þó kannski svona aðeins meiri sveifla. Miðflokkurinn fer upp 4,5% eða prósentur, það má líka segja það, á milli kannana. Já. Og tekur þar bankar niður Sjálfstæðisflokkinn. Bankar niður Sjálfstæðisflokkinn að taka eitthvað frá Sjálfstæðisflokknum væntanlega, eins og fyrir daginn, einhver hreyfing og fylgi frá Sjálfstæðisflokknum til Miðflokksins, enda eru þetta nú þessi tveir hægri flokkar á Íslandi og sumir myndu segja að það var ekki allir munur og kúk og skít. Ég er nú ekki í þeim flokki, ég tala nú meiri virðingu þessa flokka. En en sko menn hafa verið að persónugera þetta í kringu Snorra og þess vegna er búið að vera svolítið skemmtilegt að hlusta á samtöl við aðra miðflokksmenn sem tala allt annað en Snorra núna. En var þetta að segja með þessa tvo flokka, þess að ég fylgi, ég heyrði Óla Þór Harðar segja þetta í kvöldfréttum hljóðvarsins. Sko það er ekki alveg þannig, vegna þess að núna mælist samanlagt fylgið þeirra 34%, eða 33,9%. En það hefur verið svona í kringum 30%. Þannig að það er ekki alveg þannig að þetta komi allt frá Sjálfstæðisflokknum. Það er eitthvað svona stemming eins og oft gerist í kringum landsfundi. Síðast þegar samanlagt fylgi þessara tveggja flokka fór upp í svona 34. Það var á landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Þannig að ég myndi halda að væri svona 2% stemmingssveifla þarna. Já, sko þá dættu mann í hug Flokkur fólksins sem að fékk fylgi bæði frá hægri og vinstri sinnuðum kjósendum síðast og endaði sko akkurat á nullinu. Samkvæmt einhverju kosningaransókn sá ég, þegar þú varst búin að taka allt hægrið og allt vinstri, þá varst þarna einhverstaðar á miðunni bara akkurat á nullinu. En þar náttúrulega hefur verið svolítið af hægri sinnuðum kjósendum og það er spurning hvort þeir eru þá eitthvað að halla sér að Miðflokknum. Við erum með graf kannski við ættum að taka það upp núna. Ég setti þarna inn þingmanna fjöldan. Þarna er Samfylkingin með 23 þingmenn, þannig að þrátt fyrir þessa sveiflu þarna á milli Sjálfstæðisflokks og Miðflokks, þá er þetta ennþá stóru tíðindin að Samfylkingin myndi bæta við sér 8 þingmönnum. Það er ekkert smáræði. Og ef við sjáum þarna að Sjálfstæðisflokkur fengi 12 og Miðflokkurinn 11, samanlega 23, jafnt mikið á Samfylkingin saman. Og svo kemur Viðreisn sem að tapa 2 þingmönnum, með 9, en það myndi samt duga Viðreisn og Samfylkingurinn til þess að mynda ríkisstjórn upp á 32 þingmenn með svona minnsta meirihluta. En síðan kemur Flokkur fólksins sem bara með 4 og hann búinn að, Flokkur fólksins, þetta bara fljótlega eftir áramót sem hann dungaði og hann búinn að liggja þarna niðri. Lyftist eitthvað stundum og fer aðeins niður en það eiginlega sára lítið, hann bara sömu slóðum og Framsókn. Ef þú skoðar myndböndinunum Ingu Sæland, þá hún þykist vera nýbúin að spila út félagslegum úrræðum og standa við kosningalofur. Hún ekkert að græða á því í þessari könnun. Ég held að það sé, það tvennt með Flokk fólksins. Annars vegar það hann hefur alltaf mælst minni í könnunum heldur en kemur upp úr kjörkossunum. Sumir segja því að hún fiski svo vel og loka metrónum Inga. Aðrir segja að kjósendurnir séu bara þannig að þeir séu ólíklegri til þess að vera í þessum panelum sem að þessi skoðanakannanafyrirtæki safna í kringu sig. Hitt það að svona flokkar sem það sem Eiríkur Bergmann kallar áskorendaflokka sem lofa miklu fyrir kosningar, að þau dunga yfirleitt þegar þeir fara inn í ríkisstjórn. Þannig ég held að þessi blanda þessu tvennu. Og þetta sem að þú ert að vísa í að Inga Sæland að tala að ég búin að gera þetta og ég búin að gera þetta. Fólk upplifir það ekki alveg. Fólk upplifir það ekki sko og þeir hafið örugglega verið að fjalla það í síðustu viku þarna þegar húsnæðispakki var kynntur að svona orðið á götun að þetta sé of lítið og lítið og seint eins og stundum sagt. Og lítið og seint og ekki mikið svona róttæk fingraför og hún náttúrulega, Inga náttúrulega fyrst og fremst að tala við fátækt fólk og jaðarsett fólk og það voða lítið í þeim pakka fyrir hennar sterkasta stuðningsmanna hóp. Lítið að bráðaaðgerðum, það það þarf bráðaaðgerðir og ég meina fólk bara orðið þreytt á að bíða. Það voru ef við fáum kannski grafið upp aftur, það 3 flokkar utan þings
Sko, Gallup hefur reiknað með einn þingmann hjá Pírötum í Reykjavíkur norður. Já, segir það sér með 7,1%. En flokkur sem að mælist með 3,9% á landsvísu, það er mist að æði hæpið að hann myndi merja sig þarna inn, en ég sleppti því, ég kert það bara með gamla laginu, tek bara með 5% og dreifið í þannig. En VG hlýtur að fara að hafa áhyggjur. Í síðustu könnunum borgina, að þá voru þeir ekki eins og með borgarfulltrúa. Þannig það er bara ekkert að frétta hjá VG og svo setja þeir liggja þarna niður í. Já, þetta er náttúrulega mikið afhróð hjá sósíalistum sem virðist vera orðið fast og viðvarandi. Þeir hafa reyndað farið eitthvað aðeins neðar en það er allt innan allra skekkjumarka. Það eru einu sem meldi með 1,9%. Þetta eru með 2,3%. Þeir eru langt frá því að geta farið inn á þing. Þeir eru svo langt frá markmiðum að þeir komast ekki einu sinni inn í kastljósið. Nei, Rúf hafði það ekki á myndinni. Já, hafði það ekki á myndinni í kvöld. Sem er svolítið skrítin ákvörðun hjá Rúf. Já, og nei, ég veit ekki. Það var pláss fyrir það á myndinni, sko. Varafréttastjórinn hefur heimtað þær í burtu. Man er bara dætt yfir þetta að vera pólitísk ákvörðun. Ekki á neina helvíti sósíalista á þessari mynd. Mér langar að segja eitt í sambandi við Miðflokkinn. Því núna Kastljósi var það mikla fylgisveiflun til Miðflokksins. Hann með svipa fylgi og frelsisflokkur Gert Wilders var, hann með undir því sem hann var með. Sem eftir að Gert Wilders hafi tapað hann ekki 9 þingmönnum eitthvað. Þannig þetta er ekki svona varafólk við að átúlka þetta allt of mikið. Og svo er líka annað í þessu að fyrir árið síðan að þá var Miðflokkurinn með meira fylgi hjá Gallup. Já. Bæði í október, þetta er svona októberkönnun, og líka hafði verið reyndar áður, hafði verið mælst herra, og líka í nóvember. Þannig og fyrir árið síðan var þessi sama stað uppi að Miðflokkurinn var stærri heldur en Sjálfstæðisflokkurinn. Þannig að stundum við vera að tala þetta eins og það sé eitthvað sveifla sem er að gerast núna. Já, svo tóku það svolítið dífið þarna bara í kosningunum sjálfum að höfðu verið að mælast Miðflokkurinn töluvert sterkari mánuði áður. Já, sem er kannski þannig að þegar á reynir, þegar fólk er að fara að nálgast kjörklefan og kjósendur verða ábyrgari þegar þeir labba inn með heldur en þeir að svara í skoðanakönnun. Að þeim hefur ekki tekist að svona vinna fullnustu traust á lokametrum. Og það er sko one trick pony að við erum eftir að sjá hvort fylgi flokksfólksins, hvort þetta var sko ögurstund, frávik í von og kraftaverk eða hvort mælingarna núna munu bara... Svo mesta spennan er náttúrulega hvort að Inga færi fram næst. Já, hún er náttúrulega yngri en Trump og allt það, en hún er samt svona með þeim eldri stjórnmálamönnum ef hún ætlar að vera að leiða, geta hún verði komin í 70, eða ekki? Jú, hún verði komin í 70. Já, þannig að það væri... Já, hún er nóg eftir held ég. Já, hún er nóg eftir en það væri sko sérstætt, minnst alltaf að ég nefna það að flokkurinn lítur að velta fyrir sig sko hver á að taka við. Já, hver á að taka við? Ég á mjög erfitt með að segja það. Það tekur enginn við af Ingu Sæland. Ásta Lóa hefði verið líklegust, þar til hún nefndi í sínum málum. Já. Hún var eiginlega augljós svona. En svo er það oft þannig að flokkar bara leysast upp þegar það var að velja. Herðu, en Sjálfstæðisflokkurinn hann er aumur. Hann er aumur. Og þeir að selja koman sinn. Já, ekki þannig til að bæta geðslæðið hjá sumið þeirra. Nei, ég meina, þetta er náttúrulega stórmerkileg frétt, sko. Maður er búin að, ég hlusti þarna á podcastið hjá þeim stöllum í hvað heitir það, Ólöf Skaftadóttir og Kristín Komi Gott og þær eru búin að vera að tala Valhöll núna í næstu í hálft ár síðan Guðrún Hafsteinsdóttir tók við fyrst lætið þannig innan og einhverja breytingar og eitthvað svoleiðis og deilusagan sem hefur orðið með nýrri forystu, hún er einhvern veginn, hefur alltaf verið þarna einhverjum brennindahefli inn í þessu merka húsi. Það er til Íslendingar sem að sýna erlendu ferðamönnum Valhöll sko og segja að þarna er hreiður spillingarinnar á Íslandi og hefur verið áratugum saman. Þetta áttunum betur við þegar Sjálfstæðisflokkurinn var þessi gríðalvalda mikla stofnun sem hún var, þetta er náttúrulega ekki, þetta eru breytti tímar, en þetta er stór merkilegt að það er ákveðið að fórna þessari mynd. Ég skoðaði svolítið fjármálaflokkarna eftir hrun
og Sjálfstæðisflokkurinn féllst á það með öðru flokkum að stórauka styrki til flokkana vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn var hættur að vera fjárhagslega sterkur. Hann var eiginlega étið upp Valhöll árin eftir hrun. Þau áttu það skuldlaust í hruninu, en svo var allir komið bara 500 og 600 milljón krónar skuld á Valhöll. Þannig þeir voru eiginlega búin að éta Valhöll upp þegar þeir döttu í lukkupottin og fengu að selja byggingareiti í kring sem hafi ábyggilega fengið svona 600-700 milljónir fyrir. Gallinn við það var að þú tekur allt bílastæði af, þannig það bara bílastæði fyrir kannski viðskiptavina sem að heimsækja tannlæknin, en ekki til þess að halda eitthvað fund í Valhöll. Þannig þú ert bara komin í sama vandamál með Valhöll eins og væri bara niður í bæ. Þannig að þetta finnst mér eina svona skemmtilegasta skýringin á því af hverju þeir eru að selja. Það bara ekki hægt að nota Valhöll lengur fyrir einhverja stór viðburði, af því að það ekki bílastæði. Þeir senduðu frá sér. Já, það rétt. Ég mun að reyna aðeins meira áhuga á hver ég eftir að kaupa Valhöll. Já, Miðflokkurinn, ég var að byrja að heyra það. Sigmundur Davíð að þetta hérna bara svona í næsta nágrenni. Þeir bara voru ákveðið, þeir sáu kannununa og sendu tilboð bara rétt á. Ég var meira vona að það eru eitthvað svona fín mathöll eða eitthvað. Það vantar fleiri mathallir. Æ, ég veit ekki. Talandi um mathöllir sá þið hagnaði en hjá vinum okkar á Múlakaffi. Það er bara, þeir græða 1 milljón á dag á okkur. Þannig að mættu aðeins lækka verðið. Kannski þeir kaupið Valhöll? Það er náttúrulega, þetta er bara frontur matsstaðurinn. Valhöll Múlakafis? Þeir eru með rekstur hérna út allt, í bæði og líka í túrisma. Þú getur fengið að borða hjá þeim upp á Langjökli og vilt. Mér finnst alltaf maturinn hjá þeim vera 500 krónum á dýr. Já, það er góður. Eins og margt á Íslandi. Aðeins, ég ætla að fá að setja eina frétt skoðanakönnuna sem er af MBL. Það fylgi dregst saman annan mánuðin í röð. Þetta er epísk útfærsla. Já, þeir eru ekki að tala slæmt gengi Sjálfstæðisflokksins og ekki ris Miðflokksins. Þeir eru að tala að Kristrún að missa þetta. Það var ekki að bæta við sig. Nei, það var ekki að bæta við sig, en hún náttúrulega með... En svona því sem næst. Hún með jafn mikið fylgi og Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur saman. Þessi mynd er náttúrulega algjör snilld líka horfandi. Já, tíminn að renna út, allt í voða. En talandi Moggan, það voru uppsagnir á Morgunblaðinu? Já, það voru uppsagnir á Mogganum í morgun. Ég held að það var RÚV sem sagði fyrst frá því, einhver hringdi þá. Þetta eru 3 blaðamenn, vanir blaðamenn, að minnst kosti hluti á þessu liði. Ein manneskja sem að margir þekki, ég ætla ekkert að nafngreina hana hér, mér veist ekkert við hæfi. Svo er þarna einn á íþróttafréttadeild og einn á Smartlandi. Og hvers vegna erum við að stilla upp þessari frétt? Ég meina, það nokkuð frétt þótt það séð einhverju 3 sagt upp, í samhenginu að jafnvel stærstu fjölmiðlarnir og þeir sem að hafa mest fé á bakvið sig að þeir eru mesta styrkin, þeir eru að skafa utan á sér og mér veist bara svona umhugsunarvert að þessi staða sé uppi hjá þeim öflugustu, við erum heyrt hvernig þetta er hjá Sýn. Og segja mörgum þar upp. Eiginlega næstu hverju mánaðamót undanfarið. Það er bara þannig. Og hvað verður þá að minni? Og flótti frá heimildinni er líka eitt sem flótti frá heimildinni og ég fæ Stefán Jón Hafstein í að rauðaborðinu í kvöld og ég ætla að ræða við hann muninn sem er á stöðu starfsmanna Ríkisútvarpsins og annarra miðla og hann ætlar að tala svona leiðir sem að hann sér til þess að reyna kannski að búa til aðeins meiri sátt Ríkisútvarpið. Hann upplýsir reyndar í þessu viðtali og það á eftir að verða frétt að það sé ekki bara Mogginn sem er að segja upp að það séu aðhaldsaðgerðir sem hafa verið samþykktar Ríkisútvarpið og þetta er bara, ég ítreka, þetta er ósögðu frétt sem hann talar þannig að þetta mun kosta einhverjar uppsagnir hjá Ríkisútvarpinu. Þeir eru sem sagt í bullandi hallarekstri. Þeir eru að tapa 200-300 milljónum? Ég held að sé meira og aðhaldskrafan er svo að þeir fari á 0 og break even og þeir ættu nú að geta það með alla peningana en það er semst líka á Ríkisútvarpinu sem við horfum fram á uppsagnir næstu daga og hvernig er þá allt hitt? Já, en það er verið að ráða upplýsingafulltrúa víða í stofnunum og fyrirtækjum. Já. Þeim fjölgar. Já. Langstærsti hluti þeirra sem er að segja fréttir núna er að vinna hjá hagsmunaaðilum. Já. Það er bara þannig. Ég er nú að lesa bók Sifjar, pislahöfundar, heimildarinnar, Sigmars.
Þar nú heldur betur fjallaði upphafi bókarinnar munin og þeim sem selur samvisku sína hæstbjóðandi eða þeim sem starfar í þá alvöru blaðamennsku. Mér finnst ágætt að hún sé að taka svona til orða. Það má alveg minna á það að þetta eru 2 gerólík hlutverk, að vera blaðamaður eða upplýsingafulltrúi. Einn skrýtnasta frétt dagsins var það að kemur ég tek hana frá, hún var allstaðar, hún er frá MBL, náðu að millifæra 100 milljóna á innistæðu. Það verið að laga eitthvað til inn í reikningstölum bankana, sem er fyrirtæki sem að bankarnir eiga. Og það gall í uppfærslunni, þannig að þú getur flutt peninga sem þú átt ekki. Og einhverjir 5 gaurar fatt þetta. Það er sagt frá því að þeir tengist fyrirtækinu ekki neitt. Þannig að Guð má vita hvernig þeir fattuðu þetta. Þeir eru allir í farbanni sem segja... Þeir náðu að ná sér í 200-300 milljónir. Eydduðu öllu í bíla og rafmyntir. Þannig eru núna í farbanni. Mér finnst það sem hérna margt vanta í fréttir af þessu máli. Ég einhvern veginn næ ekki ennþá utanum það sko, hvernig í ósköpunum. Ég bara, hvað gerðist eiginlega? Kannski var þetta óvart. Hann ítti bara á auka 0 og allt í einu gat hann lagt inn og hann pröfaði og hann var búin að eyða 300 milljónum áður en hann vissi af. Ég veit ekki. Þetta er mjög skrítið frétt sko. Þetta er rosalega skrítið frétt. Við vitum ekki alveg hvernig þetta gerist. Sumir myndu segja að Landsbankinn sem hefði rænt landsmenn núna mjög langt hríð, nú voru aðrir farin að ræna hann og þá væri bara, það voru kaups. En ég myndi eftir frétt sem að ég held ég á sjálfur skrifa fyrir einhverjum áratugum fyrir norðan, þar sem að eitthvað voða fínt fólk fann einhverja leið, raðbankaleið þar til þess að svindla sér hellinga peningum á stuttum tíma, endur tóku alltaf gjörningin. Þannig að þetta er ekki fyrsta skipti sem að bankar leka peningum beinlínis. En spurningin er bara hvenær er þessi stund og það var einmitt, það mál var þannig að það eskaleraði svona, þú veist, einn vissi þetta og þá kom náttúrulega, hann hringdi bróður sinni eða einhvern vin og hann kom líka það var þessi frétt á víða og hérna er að vísi frétt sko, það sem er eittursöllu í bíla og rafmyndir. Það er nú örugglega bara svolítið snjallt það. En er þetta snjallt sko að þú leggur inn af reikningum þínum, þannig að vill allir, það er alveg vitað. Það er örugglega svolítið erfitt að sækja aftur þessar rafmyndir. Þetta er nú oft það eru nefnilega þannig, það eru mjög illrekenlegar. En er þetta ekki heimskulegt afbrot? Jú. Nei, bankarán eru bara mjög snjallt. Ég er bara þeirra, ég held með bankaræfingum. Þetta er eins og að brjótast inn í banka og skilja nafnspjald eftir. Já, svolítið. Þetta fyrir ekki allavega á listan en ég meina þessi bara, þú veist, við sem ekki betur en að hann væri bara að gefa. Það því að vera að tala um að þeir veitt þessu bara í bíla og rafmyndir sem er svona hálfgerð veðmála mynd. Að það var frétt frá Vísi að íslenskir úrlingar veðja næst mest í Evrópu. Það fylgir með fréttinni hvað er massíf auglýsingaherferðir sem að má ekki auglýsa. En þeir fá svona áhrifavalda ýmiskonar, svona podcastum og þetta eru menninni sem ungi drengir kannski horfa upp til, ég veit það ekki. Já, ég sá á TikTok, það var móðir með 5 ára dreng sem var að óska eftir því að fá Betsson-ból. En það var einfaldlega vegna þess að herra hnetursmjör er alltaf í svoleiðis. Og hún var að vekja athygli á þessu að það væri verið að halda þessu að 5 ára dreng. Þetta er ekki mikil samfélagslega ábyrgð þessum mönnum sem að voru á myndinni. Nei, þetta er sláandi. Herðu, en að því að við erum að tala um veðmála þá er sjúkratryggingar, ríkið hefur heimilað sjúkratryggingum að semja meðferð við spilafíkn í fyrsta sinn. Já. Ég tengdi svona SA á þessum tíma að þá voru það félögin sem að voru með spilakassana lögðu til í sem að var í svona ígildi einn starfsmanns. En það kom aldrei neitt frá ríkinu. Nei. Sem að ég held svona að þetta er svolítið sein að koma þessi frétta 2025 hvað er þessi langt síðan við vorum að fara að ræða svona spila kannski 25 ár og viðurkenndi spilafíkn sem viðurkenndi sjúkdómur álíka langt síðan 25 ára og núna er fyrst sem að ríkið segir við verðum líka að sinna þessum hópi. Já, ég samanlega því allt og seint en þetta hlýtur að létta götu til dæmis foreldra, spilafíkla og aðstandenda og svona þetta gefur þessu ákveði lögmæti sem sjúkdómi, er það ekki? Ég held að ríkið sé seinast sko.
Já. Ég held að ríkið sé seinast, sko. Ég held að allur almenningur hérna átti Sé sögur, kominn við erum búin að heyra þangað. sögur af Það þessu getur vel fólki verið. og ég held að almenningur, það sé ekki eitthvað svona, auðvitað eru fordómar gagnvart spilafíklum alveg eins og áfengis- og vímuefnasjúklingum eða tala ekki þeir sem eru sko með hérna, hörðustu vímuefnin og fleiri, mikli fordómar gagnvart þeim, en ég held að fólk viti alveg þetta er sko sjúkdómur. En já, það má segja þetta sé ágætt svona í ljósi frettarinnar og undan að ungir drengir séu næst duglegastir að spila, þannig að það er nú mikil vonandi. þörf. Kannski Munu ættu þessi bjarga ráðgjöf fólki. að maður kannski skattleggja podcastin sem eru með þetta, Já. setja sektir á þá sem eru í Betssonbólum og láta þá Einmitt. taka þátt í að borga. Við höfum farið of mildum höndum siðleysi og græðki áhrifavalda á Íslandi. Já. Herðu, önnur sérstök frétt, það voru 2 lögreglumenn ákærðir fyrir brot í starfi, það er verið að fletta upp í gögnum. Lögheim, ekki í fyrsta sinn svo sem má en ekki, en þetta hefur gerst áður og þá hefur verið gerð svona samkomulag sekt eða svona með taka á sig einhverja skammir en hún er ákæra. Það er mikið talað að traust til lögreglu hafi rýrnað vegna mál ríkislögreglustjóra. Svona mál auðvitað halda áfram að rýra traust til lögreglu. Þetta er mjög vond mál og mér finnst mjög áhugavert að þetta er stéttin sem við eigum að treysta fyrir forvirkum rannsóknarheimildum sem nánast bara eftir geðþótta eða geta rannsakað okkur öll. Að meiri segja þegar þau eru bara í vinnunni, sum þeirra, það þarf ekki að taka fram að hellingur og góðum lögum, en sum þeirra eru að misnota aðstöðu sína í vinnunni án þess að það sé búið að skella okkur öllum hérna inn í eitthvað lögreglu gúlag og það þarf að ræða þessar fréttir ekki bara sem einhver tiltekinn persónumál einhverja lögreglu. Þarna eru bara skemmdepli innanum og þetta er enn eitt stakið í því mengi að traust til lögreglu rýrnar. Já, einmitt. Forvirkar rannsóknarheimildir eru eitthvað sem þessu fólki ætti náttúrulega, það ætti ekki að treysta neinu fyrir svoleiðis. En það sem að mér fannst áhugavert, það var seinna málið, en þar er lögreglumaður sem að tekur það upp á sitt einstæmi að setja einn hlerunarbúnað í bifreið, eitthvað sem að hann grunaði eitthvað misjant, ég veit svo sem ekki hver þeirra tengslu voru. Það er eiginlega sérfræðingur í skyggingum sem að eins og við kalla þessa aðferð. Sem er bara stólking. Já. Það er njósnir hefur það kannski. En við erum að gefa þessum málum gaum. Við erum ekki að trúa því að þetta séu bara einhver frávik út í loft. Ég held að það sé bara komið tími til þess og ég hef nú sagt það hér áður að endurskoða svona lögregluembætti. Hvernig við viljum nota lögregluna, hvort að við viljum hafa hérna bara einhverju jólasveina með öll þessi völd yfir okkur hinum eða hvort að við viljum efla starf lögreglunar sem stofnunar sem að vinnur í þágu þolenda og þeirra sem að lenda í erfiðum glæpum, fólk sem er með sérfræði þekkingu og þar fram til götunum. Stærsta fréttin í viðskiptunum og kannski, þetta er náttúrulega stór frétt að gengi Alvotech hrundi. Alvotech var að reyna að fá samþykkt lyf í Bandaríkjunum, svona samheitalyf í líftækni. Það er viðskiptamódelið, það er lyf sem heitir Simponi. Þetta er ekki kannski sjúkdómar sem við þekkjum svo vel. Þetta er svona beinkrama sjúkdómar eitthvað leys. Þetta er svona eins og mjög alvarlegt psoriasis getur valdið svona farið inn í bein og eitthvað fleira. Þetta er ekki sjúkdómar sem margir eru með. En þeir hafðu væntingar að búa til samheitalyf á því og því var hafnað. Og þá hrundi gengi Alvotech. Það var í morgun að þá var þetta fyrirtæki 308 milljarða virði og 220 milljarða virði í lok dags. Það voru 88 milljarðar sem fóru í það sem Björgólfur Thor sagði money heaven. Það voru peningar sem voru til í morgun. En er ekki til lengur. Nei. Er þetta svipaður lendi fyrir svona cirka 2-3 árum þegar þið voru að vinna að einhverju samheitalyf? Það var senkun og þá fengur það. Mér finnst þetta hljóma bara eins og höfnun. Þeir fengu þannig að þeir voru með mikla væntingar að fá að komast í gegn, það fari í gegnum nokkra fasa og fyrir svona rúmu ári held ég að þá kom svona senkun og þau vildu koma hingað og rannsaka eitthvað betur og skoða. Ég held að þetta sé alvarlegra, enda hefur gengið þessa félags aldrei verið lægra heldur en núna. Það er svo sem nógu hátt, 220 milljarðar mikil peningur. Já.
Áhugavert. Talandi svona stóra peninga, þá voru Bakkavörabræður, að þeir eru að semja núna að fella Bakkavör inn í Greencore. Þeir keyptu Bakkavör á sínum tíma af lífeyrissjóðunum. Þeir mistu Bakkavör á sínum tíma og lífeyrissjóðunum tóku það yfir sem skuldar og þeir náðu að kaupa þetta tilbaka. Samanlagt keyptu þau svona svo til allt félagið að rúma 40 milljarða. Núna eru þeir að selja þetta, þeir fá 40 milljarða í vasan og 100 milljarða virði í hlutabrifum í Greencore. Þannig þeir fá 140 milljarða fyrir svona tæpalega 50 milljarða. Það er svona 90 milljarðar sem þeir hafa grætt á svona rúmum 10 árum. Einhver geti sagt að kannski hefði verið snjallara fyrir lífeyrissjóðuna að halda þessu félagi og taka þetta. Já, en er það ekki bara eitthvað leiðindapúki? Sjáum ekki, sér ekki snillingana? Ég held að sé stundu sagt þannig að það sé lang best að einhver annar sjá þetta heldur en þið. Það sé miklu sniður að við fáum vana menn eins og hann að Bakkavörabræður. Þeir eru náttúrulega miklu líklegri til að búa til góðan pening úr þessu heldur en þið. Og þess vegna þetta á við til þessu nýsköpunarsjóð, hann selur yfirleitt allt á snemma. Það leið og komin svona ljóst að verður mikill ávinningur, þá selur hann á svona næstu sléttu og svo kom einhver aðrir og græða gríðarlega mikið. Herðu, við skulum fara til Súdan. Ég kemur til mín á eftir. Páll Ásgeir Davíðsson sem er lögfræðingur og hefur starfað mjög lengi á Sameinuðu þjóðunum og ýmsum stofnunum meðal annars í Súdan. Ég held að áratugum saman verið í svona starfi og ég ætla að biðja hann að útskýra fyrir mig þessi átök í Súdan og hverjir það eru sem að ýta undir þau. Það eru náttúrulega erlendir aðilar sem hafa hagað í að halda þessu gangandi og þetta er náttúrulega algjör hörmungar ástand sem er þarna og eiginlega erfitt að finna einhverja lausn á þessu að þetta geti endað. Ein leiðin til þess að horfa á þetta er niðurbrót alþjóðakerfisins sem að getur ekki haldið aftur að þessu að svona ástand sprettur upp og viðhelst án þess að nokkur gerir neitt. Það er enginn sem gerir í því að það eru erlend ríki sem er að græða á þessu ástandi og það er eiginlega engin andstæð við það. Það voru mikið, þetta er í Darfur sem að El Fasser, þetta er höfuðborgin í Darfur, þar sem eru fjöldamorði í gangi núna. Það er ekki svo langt síðan að þarna voru stórstjörnur sem að fóru til Darfur og vöktu athygli á þessu. Það er enginn sem gerir það núna. Þannig þetta er eiginlega svona litið týnt stríð í þeirri merkingu. Það er enginn að reyna að stoppa það. Og það geti haldið áfram til annarra landa. En að því að ég er með hann og hann hefur fjölfróður maður, þá ætla ég líka að ræða svolítið svona þetta niðurbrót fjölþjóðakerfisins sem áhugavert er kannski hluti af meininu. Það er náttúrulega innri mein í Súdan sem er mjög veikburða land og öllum peningum ríkisins þeir fara í herinn og lögguna eins og á við svona lönd. Herðu, RÚV var ekki dæmt brotlegt. Þetta er hann Bergsveinn sem er nú í Kastljósi. Bergsteinn. Ég held að þetta sé nú eitt heimskulegasta meiðyrðamál sem hefur verið höfðað. Já, þetta er svolítið kostur þetta. Hann fyrir meiðyrðamál vegna þess sem hann sagði. Já, ég hef verið kærð fyrir slíkt meiðyrði. Já. Fyrir að endurtaka eitthvað sem maður sagði? Já, en það fór nú samt ekkert langt. Það var svona, já. Hann gafst upp. Þannig að við stöldum ekki þetta er bara heimskulegt meðramál. Já, þetta er bara eitthvað þetta er eitthvað svona Bjáni sagði eitthvað og sem var það frétt. En hann hefur ekkert breyst, sko. Það er ekki eins og hann hefði allt í einu heyrt annan segja það sem hann var að segja og hneykslast. En hann hefur bara sagt, hann hefur gefið í frekar. Já, ég myndi segja það. Já, þessi Eldur Smári. Já, meðal annars hann á miðflokksþinginu sem hann fór ófögrum orðum transfólk. Velþektur senuþjófur. Og transhatari, myndi ég nú bara segja. Það eru fréttur í íþróttaheiminum ekki hlusta á konur í stjórnum íþróttafélaga? Já. Ég ætla að hæla RÚV fyrir þessar fréttaskýringar og það sem þeir hafa verið að gera sko. Við sem eigum börn í íþróttafélagum við skynjum nú alveg að það er minni stemning fyrir stelpunum sko. Þetta byrjar snemma og þetta nær allar leið upp og nú hefur það orðið í nokkrum íþróttafélagum í Val núna þá er ekki einasta kona í stjórninni
og mér finnst þetta svo áhugavert, þetta svona jafnréttisumræða í hnotskurn að sumir segja sko nei, þú getur ekki stýrt áhuga fólks og það bara koma miklu fleiri að horfa á kallaleikina af því að það er bara fólk hefur miklu meiri áhuga á kallafólta. Þeir hlaupa aðeins hraðar og eitthvað svoleiðis og svona en aðrir segja nei, sko það er bara það er óbreytt staða. Það er hægt að koma með átak. Það er hægt að koma með átak sem að breytir þessum áhuga og þarna strandar eiginlega rifrildið með konur núna og í íþróttarhefingunni hvort sem það eru í stjórn eða að taka þátt að annar helmingurinn segir þú breytir ekki samfélaginu, svona er það. Hinn segir, jú það er víst hægt, það þarf bara fræðslu, átak og það er bara nokkra áhrifavalda í ból. Er þetta ekki akkurat umræðin sem var þegar fyrsta kvennaverkfallið var fór fram? En voru konur í stjórnum en svo hættu þeir að vilja stöndis ekki þurfa konur eftir að komi sjálfvirkar kassakonur. Það er eitthvað svoleiðis. Oh my god. Sko, það er bara, þær eru að hrökklast út vegna þess að þeim finnst þær ekki fá verkefni við hæfi. Það er ekki hlustað þar. Það er ekki hlustað á þær og áherslu þeirra eru kannski eitthvað öðruvísi heldur en áherslu kallana og þetta er umhugsunarefni. Það er ekki lengur hálf atvinnumannadeildir á Íslandi í íþróttastarfinu. Þetta eru alatvinnumannadeildir. Það er taka gríðarlegan pening og sá peningur fer kannski ekki í yngra starfið hjá einhverjum stúlkuflokkum, skilur. En ég velti fyrir mig sko, þú veist, ef þú erum stjórn, þar sem þú hlustar ekki á einhverja 2-3 stjórnameðlumi, þú veist, hvað það er bara ekki stjórn væntanlega. Ég fatt ekki þetta mál. Nei, þetta er bara mjög áhugavert mál og RÚV er að gera vel að varpa ljósi á það. RÚV gæti til dæmis gert betur af því ég man þegar ég bjó í Englandi þá fór BBC í sérstakt átak til þess að koma að kvennadeildinni vegna þess að hún var óvinsæli og hún er mjög vinsæl í Bretlandi og það er einmitt. Ekki eins og kalla. Nei, en sko því sé næst og það hefur unnist bara á örfáum árum einfaldlega vegna þess að BBC tók sig á og sýndi kvennaleikina á primetime og gerði rosalega mikið úr þeim og fótboltastofurnar og þetta varð svona stærra og meira og þannig bara jók á áhuga almennings. Ég vona RÚV sé ekki að hlusta á þetta, ég er með alveg nóg af íþróttum og þú veist þessu þetta sem var í 10 fréttum sem er blessunlega farnar það sem var farið yfir í sko körfubolta kalla, körfubolta kvenna handbolta kalla, handbolta kvenna svona eins og þriðjudeild og ég bara, hvað er þetta eiginlega? Ég meina því duglegri sem þau eru í íþróttunum, því meira höfum við að gera hér. Ég var alltaf að telja hvað voru margir í áhorfendapöllunum. Það voru kannski bara 17 manns að horfa og samt var þetta sendur ykkur maður að taka upp allar eitt í Selfoss. En það eru margar heita kartöflur núna innan íþróttarhefingan og ein er sko að íþróttafélögin er að selja hellinga áfengi eða gefa það eða eitthvað, ég vona með einhvern stuðning sko og margt svona mjög örvæntingarfullt í starfi íþróttarhefinga og félaga á Íslandi núna. Það er líka þessir áhrifavaldarnir í podcastunum, þeir eru líka drekka svolítið í podcastunum. Það er svolítið áberandi að þeir eru komin í minn. En ég held að það þurfa að skera þetta upp að einhver liti, það er svona finnst mér gott að þessi bolti rúli. Kannski Betsson geti eitthvað hjálpað þannig. Herðu, að því að þú eru á spillingu. Já. Það var maður að segja af sér í dag, Carlos Mason, sem er forseti Valencia. Ég veit ekki alveg hvað það sé kallaði, hvað það sé forseti þingsins, en hann er ígildi fylkisstjóra. Hann segir af sér eftir ári eftir flóðin miklu sem voru í lok október í fyrra og það var verið að minnast þess núna fyrir helgina og meðal hans var verið svona jarðaför þeirra sem að fundust ekki eða hvort það var verið svona minningaratun og þá veittist fólk af honum og kallaði morðingi og þá einhvern veginn koldist yfir eiginlega þessi óánægja íbúana með hvernig var staðið þessu. Og ekki síst hvernig hann brást við þennan dag. Og þá var það þannig að hann var fikk í blaðakonu sem var að taka við viðtal og hafi boðið henni í mat, þannig þau ákveðu að spjalla saman og svo borðuðu saman og þetta var 4 tíma session með blaðakonunni. Og meðan að flóði gekk yfir og voru einhverju lögreglumenn sem að dóu á meðan að hann var hvað er flokkar þetta sem spillingu? Já, sko, þetta bara blinda. Já, þetta er dómgreindarskortur, mjög alvarlegur dómgreindarskortur. Hann er kjörinn fulltrúi, er það ekki? Já.
Hann úr þjóðarflokknum þetta held ég kallað popúlar. Þetta eru augnablikin sem ráða mestu. Ég meina þess vegna erum við að kjósa fólk, þess vegna erum við með þjóðhöfðingja, þess vegna erum við með fyrirmyndir fulltrúa og lýðræði og allt það. Að þegar svona hamfari verða þá heil þjóð getur staðið að baki einnar mannesku í stafni sem leiðir okkur áfram. Og það þannig að hann hefur sýnt þarna alveg rosalega dómgreindarskort sem að mér finnst gott að hafi afleiðingar. Það hugsa víði, þannig að ég hlýði víði. Afsögnin hans var þannig að hann sagði bara ég bara get ekki meira, ég búinn að fá algjörlega nóg. Þannig hann sagði af sér þetta niðurbrotnasta svona afsagnaræða sem að ég hef séð. Þegar ég tók mynd af flóðinu eða við vorum að gleyma þessu. Þetta var náttúrulega ekki eðlilegt. Þetta svakalegt. Og þetta eitt af því sem við verðum að tala að sé afleiðingar loftslagsbreytinga. Já. Þannig að við eigum kannski að fá meira af þessu. Þetta kannast þessar myndir það sem voru bara, það var eins og bara Miklabrautin væri bara bílakirkjugarður. Það var ótrúlegt. Herðu, Emmanuel Macron, talandi óvinsæla stjórnmálamenn, hann var að mælast, það var í einni fyrirsögninni var sagt að þetta var óvinsælasti forsætisráðherra í 70 ár. Það síðan 1955. Og kallaði nú ekki allt ömmu sína. Nei, það ég sá það er ekki alveg rétt því að hann mælist á sama stað á Holland, eftir Holland, sem þótti alveg hlægilegu forseti. Hann var svo óvinsæll og meiri segja framhjáhaldsmál hans sem oft verða svona auka hróður karla í pólitík í Frakklandi, þótti einstaklega hlægileg. Þar sem hann fór á vespu með hjálm og það var að vera að leika þetta í öllum fréttatímum, bara til þess að hæðast það. Ég held að maður ekki fundist þetta í sjálfu sem fyndið. Það var bara að þetta skulle hafa verið hann. En Macron komin á sama stað. Og að því að tala þetta, þá Keir Starmer. Hann líka mjög óvinsæll. Það eru 80% sem að telja standi sig vel í starfi. 11% sem eru Macron. Ég held að Bjarni Ben hafi farið hann niður í 80%. En hann aldrei ekki eins og Macron. Nei. Og það þegar þú ert í þessari stöðu þá eiginlega getur ekki komið neinu í gegn. Þú ert eiginlega búin að missa möguleikann á að gera það. Mér finnst líka að því að nefni Bjarna Ben ætla að minna á, voru það 50 eða 60.000 undirskriftir sem hann fékk á sig vorið í fyrra. Er það ekki? Ég held að þessi eina dæmi sem við höfum svona stjórnmálamenn sem svona ótrúlega óvinsæll. Það eiginlega Bjarni Ben. Og mér finnst það alltaf strókað yfir þessa staðreind. Við erum að reyna að selja okkur hann tilbaka svona svipa og getur Geir Haarde sem hrökklaðist í burtu með ég myndi segja bara mikill skömm og dæmdur í landsrétti. Nú hefur verið að taka hann tilbaka til sem landsför. Þetta mikil metnaður hjá Sjálfstæðisflokknum að endurreisa sína menn. En til samanburðar þá tekið Donald Trump sem er ennþá með 43% traust. En það hefur aukast á vantraustið á hann. Herðu, að ég kom í tölurnar, þá var Hagstofan með skemmtilega frétt sem var fjölgun á landsmanna á 3. ársfjórðungi. Það sem að mér fannst vera merkilegt í þessari frétt að fjölgunin eiginlega jöfn á milli innfæddra og innfluttra sem í fyrsta skipti í mjög langa tíma því að það hefur verið komið mikill aðflutningur og ég hugsaði þessi svo að þetta eiginlega merki þess að þessi tími, hann liðinn og þess að setti upp graf, þetta kannski alltaf flókið til þess að birta í sjónvarpi en það sem ég sýni að þetta eiginlega það sem að kemur mikill streymi innflytjenda alltaf tengt efnahagsástandi. Þetta bólan fyrir hrun, síðan hrynur þetta niður, þá fer fólk tilbaka, síðan kemur uppgangur ferðamannanna, síðan kemur COVID og þá dregst úr þessu, síðan kemur endurreist ferðaþjónustan og þá kemur þetta aftur, en þá blandast reyndar Úkraínustríði við, þannig kemur töluvert mikið af hælisleitendum, en síðan núna erum við komin í svona jafnvægi og erum bara svipari stöðu og við vorum bara strax eftir hrun. Já. Það eiginlega jafnt mikil fjölgun Íslendinga eða innfæddra og þeirra sem að En þetta eru kannski nýrri gögn þegar Hagstofan flutt okkur mannfjöldaspá daginn sem að sagði að 500.000 Íslendingar eru hér 2042 og þá töldu þeirra mikil fjölgun aðfluttra yrði miðað við innlenda, það eru einhverja viku síðan og það fyrsta sem ég hugsaði ok, segjum að við verðum 500.000 og segjum að komi þetta hæfileikar ríka fólk sem vil koma hingað, verðum við þá betri í íþróttum?
Erum við betri í fótbolta? Getum við sendt einhvern keppanda í kúlu sem að vinna gull á Ólympíuleikum? Eða Brits, Björn, hugsaði þér, alla Brits-spilarana. Þá þarf eiginlega að búa til fátækrahverfi. Það sem engin leið út úr hverfinu nema slá í gegn í íþróttum. Ég held ég vil ekki skipta á því. En ef við fara til Gaza. Já, það ennþá vopnahlé, en þrátt fyrir vopnahlé þá berast ennþá hryllilegar fréttir af Gaza. Það er mikill mataskortur og hefur bara verið margsannað að Ísrael hleypir ekki inn vistum, hvorki mat inn í lyfjum eða öðru sem að fólki þarf, þannig er eitrað vatn og mikil, bara svona örbýr, því ég meina fólki hefur ekki í hús að venda, það hefst við í tjöldum og það rignir ennþá sprengjum en í dag þá voru að minnsta kosti 3 myrtir og það af einhvers konar svona snæperum ofan á húsþökum. Það hafa fjöldi barna særst í dag líka í einhverju sprengingu sem varð og geta ekki fyrir á sjúkrahús til læknis? Nei, það eru starfandi sjúkrahús en þau eru ofboðslega takmörkuð þar sem að það eru ekki neina vistir þar. En það eru það var áhugavert, ég fylgdist aðeins með því helgina, það voru svona klippur úr ísraelskum fréttum þar sem að svona framámenn í ísraelskum stjórnmálum voru svona gantast með það þeir væri nú eiginlega búnir að klára fyrsta fasan í fasteignaævintýrinu sínu sem að þeir ætla að fara að hefja á Gaza með landtöku og það hafi verið að jafna allt við jörðu og ég með myndband af því að þeir eru ekkert að grínast. Þetta myndband er af því þegar að þeir setja af stað einhvers konar sprengju og nú hef ég séð svona alls konar fabuleringur á netinu hvernig sprengja þetta en þetta er eitthvað sem að þeir eru að þróa og prúfa á þessum svæðum þar sem eru rústir sem þó ennþá standa og fólk hefst við því. Þetta gera þeir einfallega til þess að það hrykti í stóðunum og þetta hrynji algjörlega til grunna. Svona aðra frétt frá Herðu, já, þetta er stórmerkilegt mál. Erum við með hershöfðingja, Tómer Jerúsalmi, sem er fyrrum yfir lögmaður ísraelska hersins og sem send var í leyfi í síðustu viku á meðan að yfirvöld eru svo að rannsaka hennar þátt í lekamáli. Lekamálinu hafa Ísrael utanríkisráðherra og Netanyahu forsætisráðherra lýst sem hryllilegustu aðförð af ímynd Ísrael frá stofnun þess. Málið var það myndbönd af öryggismyndavélum af hryllingi þar sem að hermenn eða fangaverðir gíslatökumenn við SDA Teiman fangelsið í Ísrael hafa orðið uppi sér að í garð Palestínu fólk sem er þar haldið án dóms og laga meðal annars er á meðal myndbrotana hópnauðgun á palestínskum manni þar sem málmröri var beitt og hlust af rof og líffærum og hann lifði reyndar af en það var mikið fjallað í fyrra eftir að myndbandið kom svona í dreifingu. Þessi kona er sem sagt grunuð að hafa lekið í. Þessi háttsetta kona sem var yfir lögmaður ísraelska hersins. Og hún handtekinn eða? Hún hefur verið handtekinn og reiði ísraelska yfirvalda náttúrulega snýr ekki að verknaðunum og viðbjónum sem var á myndbandinu heldur að myndunum hafi verið lekið í fjölmiðla og hún hverfur fyrir helgi og það er lýst eftir henni og fólk, það fer svona óhugur fólk en hún er komin í leitinnar og var bara sett strax í fangelsi allavega á meðan og rannsóknin stendur en hún maður ímynda sér að hún eigi ekkert ofboðslega gott í vændum. Svo til það með Já, þetta er mynd af Ben Gvir sem er þarna á meðal þeirra sem hafa gagnrýnt konuna, kalla hana landráðamann og fleira. Herðu, í Viðskiptablaðinu það krónan heldur áfram að veikjast, hún hefur ekki verið að gera það mikið, hún hefur verið að styrkjast.
hérna, en undanfarið voru að vera að veikjast og það er kannski út af áfallunum sem hafa verið í atvinnulífinu, það er lokun Kerja upp í Hvalfirði, lokun Bakka, núna Alvotek kannski náttúrulega ekki mikil starfsemi í sjálfu sér, þetta er bara þeir sem voru fjárfestar sem voru að tapa, en það hlæðst svolítið upp og krónan hefur verið að veikjast undanfarið. Við höfum ekki orðið varfið að hún hafi verið að styrkjast það finnst einhver verð hafa verið að lækka á innflutningi. Það er bara sátu hjá. Ég tók að því að viðskiptabréf var með gröf af því hvernig þetta hefur verið. Þarna sjáum við að krónan að evran að hækka í verði, fyrir mjög hratt upp og svo skulum við sjá dollarann. Og þetta er dollarinn og það er miklu minna þarna sem að hækka. Þið sjáum hvað dollarinn hefur fallið mikið út af Trump og svo skulum við skoða pundið og þá sjáum við náttúrulega að þetta er svolítið mynd af bresku efnahagslífi. Þeir eru í svo miklu vandræðum breyðinir það er eiginlega bara ég veit ekki hvernig alltaf rætt út úr þessu. Það hef ekki verið dæmi svona fall í bresku efnahagsi eða bara stjórnmálalífi í mjög langan eftir tíma. Brexit þá bara ragnar þetta upp. Herðu, frétt Morgunblaðinu þingheimur aðeins ekki málinu, þetta er ríkisendurskoðandi. Já. Þetta er vandræðamálið. Guðmundur Björgvin Helgason, það er ófriður á hans vinnustað. Vandræðamaður. Og hann er ekki með yfirmann nema Alþingi. Akkurat. Og Alþingi treystir sér ekki til þess að eiga í þessu því að þeir finnst að vera inngrípin í starfans. Mikið er það nú þægilegt. Það gleymdist að gera ráð fyrir þessu þegar við viljum fá svona óháða stofnun sem getur rannsakað allt. Hvað á að gera þegar eitthvað svona kemur? HS Orka er að svara því sem að Indriði Þorláksson, fyrrverandi ríkisskattstjóri, hefur held ég verið að benda á einn óstundur. Hann hefur gert þetta stundum hérna. Og við verðum að segja frá þessu, hvernig er verið að komast hjá skattgreiðslum hjá HS Orku með því að borga háa vexti til eigandans. Og þeir eru að svara þessu þarna á heimildinni og telja þetta hafi verið nauðsynleg fjármögnun og hafi verið á markaðsverði. En þetta er mjög háum vöxtum, þannig að ég veit ekki á hvaða marka þeir voru að kanna hvernig getur fengið lán. Nei. Þeir eru kannski... Ég held að sé vondalendi rökræði við Indriða. Er það ekki? Já, hann er rökfastur alltaf. Hann er mjög rökfastur. Herðu, Velfag er að kvarta til ESA og hefur ráðið þar Íslandsvín. Er þetta ekki Karl Baudenbacher? Hver þessi er? Nei. Þetta var forseti EFTA-dómstólsins sem dæmdi Ísland í hag og felldi ISIF. Bjóð til kosningasígur Sigmundar Davíðs 2013. Við múum margt að þakka. Allavega Sigmundur Davíð. Svona menn voru kallar Íslandsvinir þegar ég var... Já, ég myndi að segja það. Eða tengdasinnir Íslands, eitthvað svona. Já, þessi nú gamall í það sinni sem hann er að kalla tengdasonar. Við höfum rætt aðgerðinir húsnæðismálum og bendum á það þegar við vorum að því fyrir viku að þessi hlutdeildarlána stundu gangaðu bara ekkert út. Þetta er frétt frá HMS að það fóru 16 lán í október. Það er nú ekki meira en það sem er frekar lítið. Svo ætlar að fjalla um húsnæðismál. Ég ætla aðeins að tala við Jónas Atla Gunnarsson, hagfræðing hjá HMS, við ætlum aðeins að fara yfir þennan fasteigna pakka. En svona helst með tilliti til áhrifana sem þetta kann að hafa á leigjendur og við svona, fórum að sér gegnum það. Einhver þarf að sinna þeim. Það er náttúrulega eina tillögunum að minnka skattaafsláttin sem er á leigutekjum sem að Guðmundur Hrafn Arngrímsson var hjá mér í síðustu viku, hann sagði að þetta væri bara beint út í húsaleiguna, það er vaninn. Það er náttúrulega skortmarkaður, þannig að það er skorturinn sem að ræður verðinu og það er bara yfirboð, þannig að verðið er alltaf eins hátt og mögulegt er. Þannig að það er mikill samdráttur í útflutningi til Bandaríkjanna vegna tolla Trump og þetta er áhugavert að þetta kemur fram í okkur þetta er stutt tímabil, það er 40% samdráttur út af 15% tollum og við höfum verið að benda á þetta svolítið þegar hann er að semja við Suður-Kóreu þessa tolla og leggja tolla á hina, svo fer hann alltaf heim og reiknar að hvað hann græði mikið á þessu og við höfum að benda á því að tilningi verður svo að menn leita með viðskiptin annað og núna held ég að séu allir sölumenn
í Kanada út allan heim að leita nýjum mörkuðum. Þeir bara upplifa það, þeir verða að finna, og það var ekki bara ríki sem hugsa svona, þetta hvert einasta fyrirtæki verður að vera að finna traustari markað heldur en Bandaríkin. Og menn fara út allan heim og það er 40% samdráttur á útflutningi til Bandaríkjanna. Hver er vöruskiptajöfnuðurinn í augnablikinu? Þekkir það? Já, ef þú tekur sko viðskiptajöfnuðin með þá held ég að það sé bara í fínu lagi sko. En það er Alvotech truflaði þetta þegar Íslendingarnir voru að skoða þetta. Mann muni getur, vorum að segja fréttir af þessu. Að ríkisstjórnin var alltaf að segja að við varum í svo miklum plús, en Bandaríkjamenn töldu það svo verið ekki. Það var út af að lyfi frá Alvotech voru talið með hjá þeim en ekki okkur. Herðu, það er mjög legið á Hæstarétti Bandaríkjanna að kveða upp úr það að þessir tollar sem að Trump er að leggja á án afskiptaþingsins, að þeir verið dæmdir ólöglegir. Það er viðskiptalífið leggst á Hæstarétt og það eftir að koma í ljós. Ég held að sé bara morgun eða hinn kemur í ljós hvort að dómararnir sem að Trump skipaði sýni honum tryggð eða láta undan þrýstingi. Annars tekist Trump að það sem kallað food stamps í Kanada, það sem er stuðningu við þeirna allra fátækustu, að það er búið að vera að loka ríki núna í meiri mánuð og meðal annars þá er ekki til fjárveiting fyrir þetta. Og þetta er eitt af því sem verður gagnrýnt, það er bara að fólk mun svelta. En þá ákveður ríkisstjórnin að koma helminginn að þessu. Ég ætla líka að koma eina fréttina frá New York. Þetta er New York Post er svona frekar hægri sinna blað og líst ekki á Mamdani sem forseta. Ég er að birta þarna könnun sem að segir að fólk sé að hugsa að flytja úr borginni ef að Mamdani verði kosinn. Svona verður hitinn í þessari kosningabaráttu þessi síðustu daga. Það kosið á morgun, eða ekki? Það verður kosið á morgun, en þeir eru svolítið eftir okkur, þannig að það er ennþá töluverður hiti eftir í þessu. Og þarna er verið að tala að 1 milljón muni flýja borgina. Þetta verður mesti fólksflutningur í sögu borgarinnar. Já, Þetta er áróðurs frétt. Já, mikil. Það er frétt frá ICE sem er útlendingastofnun fyrir í Bandaríkjunum. Herðu, já, þetta er hann Sami Hamdi. Þetta er nefnilega mjög áhugavert mál. Ég hef ekki séð mikið af þessu í svona hinu vestrænu fjölmiðlum. Það er aðeins verið að segja frá þessu BBC. En Sami Hamdi, hann er í haldi ICE í Bandaríkjunum. Þetta er Breti af túniskum uppruna, blaðamaður og svona baráttumaður fyrir frjálsri Palestínu. Hann var sem sagt stattur í Bandaríkjunum þar sem að hann var að hefja svona fyrirlestararöð, fyrirhugaða. Hann á laugardagskvöldið ávarpar hann þarna einhvern hátíðarfund baráttusamtaka fyrir mannréttindum múslima í Sacramento og hann ætlaði að fara til Flórida daginn eftir en á flugvellinum er hann gripinn og þannig má sjá hann með konunni sinni og 10 mánaða barni en hann á þar ekki 2 í viðbót. Hann fór í gegnum innanlandsflugstöðina, þá er hann gripinn af ICE sem eru, hvað er þetta að kalla svona útlendinga eftirlit og þeir vilja minna það að vísa þannig að það hafi verið afturkallað og það er svona talið að þessi handtaka, hún tengist svona ófræðingar herferð áhrifavalda í Bandaríkjunum sem eru á mála hjá ísraelska hernum eða bara á ísraelska ríkinu. Það eru alls konar blaðamannafélög, alþjóðleg og mannúðarsamtök í Bretlandi og víðar sem hafa gagnrýnt þetta. Jeremy Corbyn hefur óskað eftir því að hún verði sleppt tafarlaust. Þessi áhrifavaldandi halda því fram að hann sé hættulegur og þá bara bregst einmitt og ég hlusta á einn magnaðan blaðamannafund sem að Trump var með svona fólki, einhverjum áhrifavöldum, þar sem að vera að tala ofbeldi sem að fólk hafi orðið fyrir út af Antifa og þau voru að tala að þau þyrði ekki að labba út á götu og eitthvað fleira og maður hugsaði hvað er þetta? Því að þarna var engin svona venjulegur blaðamaður. Þetta er bara einhverjir sem voru búin að búa til sína YouTube síðu og ríkisstjórnin satt þarna við endan, ekki bara Trump, allir helstu ráðherrarnir og hlustuðu og nótuðu bara upp eftir þessu fólki. Það sem er ótrúlegt í þessu máli er að breska ríkið virðist ekkert að aðhafast og þetta er mál sem að væri bara í venjulegu árferði bara stór milliríkja deila ætlar ekki að verða það og það er svona einfaldlega vegna þess að þeir virðist að hann er brúnn múslimi og hann er að tala um Palestínu.
Hérna frétt úr Morgunblaðinu í morgun, þetta frá honum Eiríki Rögnvaldsyni, líklega bara byggt á Facebook-færslu hans. Það var að benda á það að í Noregi verið að verja 1,5 milljarði minni mig í að búa til íðorð og nýyrði og fleira til þess að mæta breyttum heimi og breyttir tækni og fleira. Og hann bara að benda á það að tungumál fari ekki eftir fólksfjölda. Þannig að ef þú ætlar að viðhalda íslenskunni þá kostar það álíka mikið að viðhalda norskunni og kannski meira ef þau eru færri. Og er að benda á að við þurfum að peningum íslenskuna, við nú oft talaðum þetta hérna að það vantar eiginlega svona stór átakið til þess að verja íslenskuna. Svo enda á banvænasti fellibylur ársins samt Dynur á Íslandi. Já, þetta náttúrulega graf alvarlegt mál, þessi fellibylur, en ég verð að segja það, ég hélt ég var að lesa DFF. Þetta skalla á okkur, Morgunblaðið færði okkur þetta helgina. Banvænasti fellibylur ársins Dynur á Íslandi og maður bara, wow, þetta alvarlegt og allir lesa náttúrulega mest lesna fréttir. Fólk lesa náttúrulega bara fyrirsagnir líka. Já, en sko, sögnina dynja, það eiginlega hún sem glæpsamlegust í þessu. Það ekki þessi réttlættir hana vegna þess að þetta nú bara einhver smá góla sem kemur bara og hérna. Eru komin eða farin? Já, hún er að kæla sér niður á leiðinni. Já, en Dynur á Íslandi. Já. María og Björn, takk fyrir og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út og ykkur sem hefur verið að hlusta. Þið hefur verið að horfa hér á YouTube eða á Facebook. Þá bendi ég á að þið ætla að fylgjast með Rauðaborðin sem hérna eftir fullt af efni, að þá þurfum við að bíða eftir nýjum straumi, en ef þið eru að hlusta í útvarpinu eða hlusta í sjónvarpinu þá þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur. Rauðaborðið hér rétt handað við hornið. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýji kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.